ætlum við ekki að tala þetta skip frá Landhelgisgæslunni, heldur ætlum við að tala þennan KGM Rexton. Hvað KGM? Jú, það vörumerkið sem áður fyrr hét SsangYong. Sumir tala þennan bíl sem Land Cruiser fátækamannsins. Ég vil hugsa þennan bíl frekar sem Rexton skynsamamannsins. Þessi Rexton Premium, hann 35 tómmi breittur. Það þýðir að hann kemur á upphækkunarklossum, hann kemur á 35 tómmi dekkjum, hann kemur á breiðari felgum, samlituðum brettaköndum og hann kemur með stigbretti. Þessi KGM Rexton Premium kostar óbreyttur 9.790.000. Ef þú bætir við 35 tómmi breytingunni fyrir rétt tæplega 3 milljónir, þá ertu komin með 7 manna upphækkaðan jeppa með 5 ára ábyrgð á rétt tæplega 13 milljónir. Svo hann líka með einstaklega fallegan prófíl. Þannig eins og hönnuðir KGM vissu nákvæmlega hvað þeir voru að gera þegar þeir voru að hanna hlutföllin á honum. Svo þegar hann kominn með þessa brettakanta á stigbrettin, þá þetta virkilega reffilegur jeppi. Gömlu kynslóðinnar af Rexton sem þá hétu SsangYong voru ekki með neitt sérstaklega fallegan eða reffilegan framenda. Þessi KGM Rexton hins vegar, hann með andlit sem að miklu fleiri en bara mömmu þeirra munu elska. Vélin í þessum bíl 2,2 lítra 4 silindra turbo diesel. Hún afkastar einhverjum 202 hestöflum og 441 Nm togi. Það þýðir að ef bílinn kemur með dráttarkrók að þú getur dregið 3,5 tonn. Vélin í þessum bíl stendur á vökvafylltum mótorpúðum og það gert til að gera bílinn eins hljóðlátan og hægt Einnig það gert til þess að minnka titring. Vélin samt ekki það laus við titring að þú getur skellt 50 kall á röndina og ætlist til þess að hann standi þar lengi. En þetta samt tækni sem þú finnur eiginlega bara í Maybach eða Rolls Royce. Svo mjög mikilvægt að nefna að þetta body on frame bíl eða grindabíl. Ég ætla að vera mjög hrifinn af bílum sem geta meira en það en að ferja fólk bara frá A til B. Þessi bíl getur vissilega ferjað fullt af fólki frá A til B út í hann 7 sæta. En svo getur hann líka farið frá C til D út í hann getur farið yfir ár, upp fjöll og í gegnum allar þær torfærur sem þú getur mögulega þurft að gera. Mjúkur sandur, kannski 70 gráður upp. Já. Og ég ekki einu sinni í lágadrifinu. Ég gæti alveg vanist þessu jeppalífi út af að það óbúslega gaman að djöflast í þessum sandbingjum og drasli maður. Ætla að segja að þetta fara niður þetta líka án þess að fara algjörlega á nefið. Það eitthvað við það að fara yfir djúpt vatn á bíl sem maður á ekki, sem að kostar fúlgu fjár. En það alltaf líka pínu spennandi. Þetta miklu dýpra en ég held. Þetta samt ekkert mál. Að sitja aftan í þessum Rexton bara mjög fínt. Fullt af höfuðplássi, fullt af hnjáplássi og ekkert til að kvarta yfir. En það þriðja röðin sem að trekkir að. Ég prófaði að setjast þarna aftur í áðan og það var fullþröngt af mér sem fullvaxta karlmanni. Þess vegna held ég það sé mjög gáfulegt að kalla til sérfræðing. Sérfræðing sem í kjörstærð til að sitja þarna aftur í. Hæ, ég heiti Milla, ég specialist. Þetta mikið pláss fyrir krakka eins mig. Mamma, má pabbi kaupa þetta bíl? Og því ég elska þetta bíl. Og pabbi elskar þetta bíl. Staðalbúnaður þessa KGM Rexton Premium bíls ekki mikill og það eitthvað sem þú fórnar fyrir þetta góða verð sem að bílinn á. Til dæmis að þá hann ekki með rafmagnsætum, hann ekki með hituð eða kældsæti. Ef þú ætlar að starta þessum bíl þá færðu gamaldags lykil sem þú stingur í svissin og snýrð. Þessi bíl með tauáklæði, ekkert leður hérna. Ég hef óbúðslega gaman af svona basic bílum. Það þýðir bara fyrir mig að það eru færri hlutir sem að geta bilað. Þó þetta sé ódýr bíl þá engu til spara þegar það kemur að mjúkum og góðum efnum. Þau eru út allt. Eins og til dæmis með olnbogann á mér, það var einstaklega vel hann. Mælaborðið, það gefur eftir, það gott. Jú, það aðeins plast hérna þegar þú kemur neðar í ökumannsrýmið, en það ekki neitt sem að bögga mig. Aðþrengingarkerfið í þessum bíl sára einfalt og í rauninni ekki margt sem að hægt að gera í því. Það samt ekkert að því, það þjált og fínt. Sennilega bara best að tengja Apple CarPlay eða Android Auto og þá ertu bara góður. Það besta við aðþrengingarkerfið í þessum bíl það að þú þarft ekki að fara inn í það til að stjórna miðstöðinni í bílnum. En það getur bara hækkað og lækkað hitann með alvöru tökkum án þess að grafa þig eitthvað staðar lengst inn í kerfi. Ef maður búinn að vera torfærasti allan dag, þá getur bílinn orðið pínu skítugur. Þess vegna afskaplega hentugt að vita að bílinn kemur með svona sílsahlífum. Það þýðir að innri sílsinn verður aldrei skítugur, þannig að þegar þú ferð út úr bílnum, þá ertu ekki að fara að skíta út á þér kalvan eða þú þarft kannski að skella þér í brúðkaup eða eitthvað svoleiðis.
Ef þú færið upp í Adventure-útgáfuna á þessum bíl, þá færðu bílinn með sjálfstæða fjöðrun, þú færð hann með læsanlegu drifi af aftan, þú færð hann með hituð og kjálsæti af framan og hituðum sætum að aftan. Ef þú færið svo upp í Ultimate-útgáfuna af þessum bíl, þá færð hann líka með stungið nappaleður og öllu hinu sem ég taldi báðan. Það í rauninni okkur milljón á milli allra þessa bíla. Ef þessi bíl á 9.799.000, þá kemur Adventure-útgáfan á 10.990.000 og Ultimate-útgáfan á 11.990.000. Og eru það eiginlega allt mjög viðráðanleg verð með við það hvað maður fær fyrir peningin ef þú ætlar að bera þá saman við keppinautana. Íslendingar eru óbóðslega mikil hjarðdýr, við erum svo miklar kindur og það sennilega ástæðan fyrir því að annar hver Íslendingur keyrir á Land Cruiser. Toyota Land Cruiser svolítið eins og Liverpool á meðan að Rextonin, hann svolítið eins og Brighton og Hove Albion. Land Cruiser líka pínu eins og Kirkjufellið, fjall sem að allir þekkja, á meðan að Rextonin meira eins og þetta fjall þarna. Ég veit ekki hvað það heitir, en það samt fallegt og þar af leiðandi vanmetið, svolítið eins og Rextonin. Óbreyttur Land Cruiser sem á svipuðum stað og þessi Rexton hérna fyrir aftan mig þegar kemur að spekkum kostar rúmlega 19 milljónir. 35 tómmu breytingin kostar frá 1.050.000. Það þýðir að þú komið með 35 tómmu breyttan Toyota Land Cruiser á rúmlega 20 milljónir. Þessi kostar með 35 tómmu breytingunni tæplega 13 milljónir.